náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þótt Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Magnús Hákonarson, velkomin í Þvottahúsið. Já, takk fyrir. Velkomin. Herru, við ætlum að minna á að þátturinn í boði gott CBD sem mun betra en margt CBD. Mun betra. Eða ekkert CBD. Þátturinn einnig í boði Þótt Þorgríms, ármála 29. Þótt Þorgríms byggingavarverslun. Það sem hættir að versla kork, meðal annars korkur cool og hipp. Við förum nánar inn í það í lokin. Gerum það. Og svo viljum við einnig minna fólk á að subscriba á YouTube og öðrum streymisveitum. Alright, Magnús, velkomin aftur. Já, takk fyrir. Hanna, hvernig ertu? Bara góður. Er það ekki? Sunnundarsmátti. Húti lungi. Þetta myndi heita lungi á Indlandi. Þeir eru mikið í þessu. Já, pils. Já, pils. Já. Sumir kalla þetta kilt. Já. Aðrir segja að þetta ekki kilt nema sett með sporran. Aha. Er það dúttinn hana framan á? Hvað kallað þú þetta? Bara pils. Þetta pils. Þetta minnum að ég verið að vinna safran. Ég var alltaf í svona safran. Þetta svona pilsi? Ég bara pilsi eiginlega, sko. Þetta þægilegt, sko. Þetta nefnilega, það alveg málið. Þetta bara langt þægilegast. Bara smellir í þetta og tilbúin, sko. Já. Geggjað. Þarna, þið ekkert kalt? Nei. Ekki núna. Við ætlum að fara í það á eftir. Í kuldan líka. Herru, þú ert sko BDSM-ari. Já. Bindari. Sjósundari. Já. Þú getur svo leiðrétt mig til smástund. Já. Og þú ert fyrrum formaður altså BDSM á Íslandi sem eitthvað svona félagsamtök eða ekki? Jú. Var ég að fara með eitthvað rangt mál og hvað ertu meira en þetta sem ég var að telja upp? Meira? Já. Ég háskólanemi, ég fjölskyldumaður og faðir og fullt alls konar. Björgunarsveitarmaður varstu? Já. Gerði einu svona mistök á Facebook. Já, ég sá það þegar ég voru að googla. En var þetta ekki frekar falleg mistök bara? Eða þú veist? Eða var þetta vesen? Þetta var miklu meira vesen heldur en fallegt, sko. Nei, þetta fór vel en... Viltu segja okkur frá því? Ég var sem sagt að setja upp viðburð, var að flýta mér og setta hann óvart á hérna, eða sem sagt viðburð. Já. Og setta hann óvart á hérna aðgang hérna hjálparsveitarnar. Já. Bara breyting á hérna. Ég hef svo oft gett þessi mistök, sko. Senda SMS á einhvern annan og allir að senda, þetta er bara akkurat svo leið, sko. Og var fólk reitt eða? Já, þetta var svona. Þetta er mjög óheppilegt. Já, þetta er svona tenging sem fólk vildi ekki setja saman, sko. Nei, en voru eitthvað aflengar af þessu? Nei, ekki bara tímabundi leiðindi, sko. Já, það var skrifað með þetta í blöðum allt, sko. Já, það er ekki oft sem maður gerir mistök sem enda í áramótasköpinu. Já, það var þannig. Já. Það er svolítið henni, þannig að það má eiginlega segja, já, það er svona skilgreiningin á vesenni. Já, ég skil. En svona í retrospekt, ég meina, er þetta ekki bara gamla þessu? Ég meina, auðvitað er þetta bara fyndið eftir á. Maður verður að horfa á þannig. Já, það veit. Maður getur ekki hlegið af þessu þá er lítið fyndið gaman lífinu, sko. Sko, ég þú sem sagt rakst á mína strendur þegar ég fór að spyrjast fyrir svona bindara. Já. Ég sá eitthvað hvort það var á netinu eða í blaðinu eða eitthvað, það var verið að bjóða upp á eitthvað svona námskeið að binda fólk og annað og þú kemur þar upp og svo þá kemur upp þetta BDSM líka sem að ég þekki bara nákvæmlega ekki neitt, sko. Davíð eitthvað aðeins meira. Og þó ekki, en allavega, já. Herðu, ok. En þú kannski byrja á því, bara svona sem byrjun á þessu spjalliðina, hvað er BDSM? Já, hvað er BDSM? Hvað stendur þetta í rauninni, númer 1 kannski, þessi skammstöfun fyrir og hvað er í gangi? Hvað er þetta? Ok, hvað segirðu, höfum við 4 tíma? Nei, við höfum svona 80 mínútur. Já, sko, BDSM stendur fyrir sem sagt
þetta er skammstöfun bara stendur fyrir bindingar drottnun og undirgefni, það er dið og síðan sadomasochismi hérna SOM sem sérst að meiða og taka á móti meðingum já, sem sagt, en sko þetta hugtak BDSM verður ekki til fyrir en það kemur fram á yfirborðið 1990 okay. Hvað var þetta áður þá? Frá 1890 segjum bara 1890 eða 1900 þá var þetta sadomasochismi kemur frá honum herra Kraft Ebbing og hérna sem var hérna einn af svona forsprökkum hérna sálfræðinar svona tíma og hann gerði sadomasochisma að sjúkdómi ásamt samkynhneigð og gagnkynhneigð gerði allt saman að sjúkdómi hann gerði gagnkynhneigð líka að sjúkdómi já hvernig eru þið þá heilbrigð? Það er hérna þetta var allt saman sko gagnkynhneigð var ef ég maður rétt þá var þetta sem sagt að fólk sem hérna hafði of mikið áhuga á kynlífi ég skil því að það átti enginn að hafa áhuga á kynlífi því það er skítugt eða þannig já, og bara búið til börn en hérna og þetta var allt saman að hérna sjúkdómum menn hann hafði vinnaði að búa til sjúkdóma þannig að gefa auga leið og hérna já, bara höldum okkur bara við BDSM-ið hann býr hérna til frasan hérna sadomasochismi sem er dregið af hérna Sacher Masoch og hérna honum Desade í Fraklandi já, var það ekki svona greif eitthvað eða? Jú, já, eitthvað greifish já ég veit ekki alveg hvað sem mikill greifi fjölskyldanans vil vera eða hvernig það er skiptir ekki máli, hann skrifa allt sitt á hérna geðsjúkrahúsum og hérna og Sacher Masoch sem var hérna prússi það eru sko held ég 100-200 ára milli þeirra þannig að það er ekki alveg svona en þetta er sem bara þetta er sem sagt kemur hérna frasin kemur þarna eða hugtæki sadomasochismi og síðan upp úr já, svona miðri 20. öldinni frá 1930, 40, 50 þá er bara talað sadomasochisma og þarna verður sem sagt svona þessi leðurmenning til á Vesturlöndum. Er þetta eitthvað svona djöful tengt eitthvað? Ekkert svoleiðis? Nei. Og hérna og þarna sem sagt á þessum tíma þetta tengist ofsalega mikið hérna mótorhjólasenun í Bandaríkjunum leður homma menningunni sem verður til í Bandaríkjunum þar verður þetta svona til allstar annars staðar er þetta einhvern veginn bara svona fólk var aldrei að tengjast þetta var aldrei neitt sko tilvílanakennt bara kannski já, má ég segja það bara svona þú veist ef þú varst heppinn og þá hittir einhvern sem mattsaði við þig sko ok, en það fara að koma í rauninni svona umbúðir það fer að koma svona pakki utanum þetta og það má alveg segja sko við getum þakkað honum hérna Tom of Finland sem er finnskur hérna listamaður hann teiknaði hérna erotískar hérna erotískt homaklám geggjaðar myndir en hérna það Marlon Brando sem lék hérna bíómynd hvað 1953 Wild One já, hann bjóð til þar kom lúkið af þessum sko leðurmanni Tom of Finland hann grípur þetta og býr til þessar geggjuðu myndir sem bara verður að leðurhattarnir já, sem bara verður að sem verður að bara stereotypan af bara ímynd þessar leður menningar og það kemur síðan og þessi sko svona bara að finna í þessu í Japan sem er svona vagga þessar japansku bindilistar þar er ekkert leður nei, þar er þið bara eitthvað í hör bara eitthvað að binda hvort annað bara silkisloppar og
og hambripi. Já, einmitt. Þannig að þetta er alveg, þannig að þetta er ofsalega menningabundið. Já. Það leðrið hefur hérna í sín vestræna heimi leðrið tengt valdi. Það var bara ríka fólkið og valdið sem hafði hérna efna á leðri. Og þú veist, þaðan kemur þessi tenging svolítið mikið. En eru bindingarnar sko, og svo þetta með BDSM-ið svona, BDSM-ið meira svona alhliða, eru bindingarnar ekki svolítið svona sérhæft? BDSM bara reglífar hugtak yfir þetta allt saman. Yfir alls konar. Já, og þetta sko, bindingarnar eru bara einn partur af BDSM-inu. Svona einn grein af einhverjum tré. og í rauninni sko, þú veist, þarna kemur sko, ef við klárum, ég ætla að klára því út allt í hausnum á mér, bara ef við klárum hérna sem sagt bara söguna, þetta sem sagt sadomasochismi. Fólk fór að setja inn hérna einkamála auglýsingar í blöð og það, af því að það var hérna rukkað fyrir sem sagt fyrir hvert staf, ekki orð. Og þá fórum menn að nota skammstafanir, þá kemur SM, SOM og þarna kemur inn sem sagt, það ekkert allir fyrir sársauka, hvort sem að veita eða þiggja. Þannig að þá kemur sem sagt þetta BOD, bindingar og drottnun, bondage and dominance og submission. Já. Þar kemur það inn í þessu jöfnu. Já. Og ég skil. Og þannig að þetta svona fyrsta hugtaki þá þetta bara sadomasochismi og þetta bara svona rosalega vítt hugtak og rosalega ekkert skilgreint mikið. Og svo fara menna að svona búa til þessar undirgreinar. Sem þá sub og dom og allt þetta? Nei, sem sagt bindingar og svo sársauki og þú getur verið fyrir mismöndi tegundir sársauka fyrir mismöndi og þetta allt sem að brjótast niður og verður svona greinast smám saman niður sko. Er þetta eins og bara eitthvað svona lifandi vera, hún bara eitthvað að þróast og breytast bara ennþá í dag? Hún ekkert fast mótuð einu sinni og verður það örugglega aldrei. Nei, aldrei. En fólk mikið að skilgreina sig, eins og þú til dæmis, skilgreinir þú eitthvað ákveðið innan þessa? Já, sko, fólk að nota skilgreiningar og sama tíma og margir að fara niður í svona alveg nýtt í gritt í sko greina þetta niður í alveg einhverja dítela að þá eru margir sem bara heyrðu, wow, það komið nóg að skammstöfunum, ég bara kingster eða bara ég er kingi. Til í allt. Nei, nota bara, þú veist, það engin sko, til hvers ertu að sem sagt, þú getur greint sjálfaðið niður í hvað tilgangi ertu að segja öðrum ég er svona að hérna að þú ert komið niður í sem sagt svona einhver algjör smáatriði að þá ertu í rauninni kannski bara að segja þú veist þínum partner eða sjálfum þér. Því í ultimate þá þetta bara ræður þú í hvað aðstæður þú setur þig í og svo framvegis. Þetta gengur bara út á það. Þetta er bara eitthvað bara mörk, bara alveg skýr mörk. Sko lykilatrið í þessu og það góða við þetta BDSM allt saman er að ef þú ætlar að gera þetta vel og líða vel með það þá þarftu að vinna svo mikið í sjálfum þér. Þú þarft svo mikið að hugsa hver er ég, hvað vil ég fá út úr þessu af því að þetta er raunverulega sko. Ég meina það er sko ef þú segjum bara ef þú ert komin hérna með bolta upp í hérna ginið og tjóðrar á höndum og fótum og í kjallara á köldu steingólfi og svona þú veist og svo lokast hurðin og það er þú veist þetta er eftir 3 klukkutíma eftir einhverju bindingu og þá svona það er eins gott að ég fíli þetta. Já, en ég meina þetta ekki samt allt bara svona hálfgjört blað því þú hefur alltaf útgönguleiðina. Leini orðið eitthvað svo leiðis. Alltaf með eitthvað safe, þú getur alltaf kúplað út úr aðstæðanum ekki? Jú, sko, þetta er ekkert bla. Nei. Þetta er sem sagt, þetta er svona, það er alltaf sko til þess að þetta kemur inn á samþykkisumræðina. Til þess að samþykki sé hérna geti verið í hérna bara fullgilt, þá þarftu alltaf að hafa leið til þess að segja stopp. Já.
Þú veist, það er í rauninni þannig að þú veist, þegar við erum að tala um samþykkið þú veist, það er ekki nóg að fá hérna má ég flengja þig eða má ég binda þig eitthvað svona það er sem sagt, sá sem er sem sagt toppurinn þarf virkilega bara að pæla í því hvað er eitthvað eða hvað er það sem kemur í veg fyrir að viðkomandi segir stopp eða truflar stoppið það er ekki nóg að fá að þú sagðir já þú þarft að pæla í því svona, er eitthvað sem myndi trufla og koma í veg fyrir að þú segir stopp og þegar þú ert komin þangað þá ertu komin á miklu betri stað af því að þetta snýst allt saman sem sagt tengsl þetta snýst að ná saman og ef þú ert bara að hérna bíða eftir því, þetta er svona eins og margir nota öryggisorð bara til þess að hérna en sko þú þarft ekki öryggisorð eða sem sagt sérstakt öryggisorð nema þú sett að leika þér með orðið stopp þú þarft áttaði á hvar hlutinni liggja ef þú veist lang einfaldast er bara að segja heyrðu, ég vil ekki meir en það getur verið partur af leiknum en það getur verið partur af leiknum þá þarftu eitthvað ákveð orð sem er ekki hægt að miskilja og hérna og það er, þú veist, það gengur bara út á sér samskipti ef þú hérna býður bara eftir því, þú veist, ef þú ert að gera eitthvað með þínu partner, alveg sama þú veist, hvort sem það er bara að strjúka hárið eða eitthvað og þú gerir, og ert bara að býða eftir því að viðkomandi segir stopp, það komið nóg að þá ertu ekki að lesa í Nei, þá er hálfgerður svona aðskilnaður Já, þá ertu ekki að lesa í sko líkamlega tjáningu í tengslin Einmitt. Þú veist, þetta sko galdurinn þarna kemur þegar þú ert að lesa í líkamlega tjáninguna, pæla í því, þú veist, ok, get ég á ég að strjúka aðeins meira eða á ég að strjúka fastar eða lausar þú veist, á ég að klóra þig þarna á bakinu eða hinum megin á bakinu og þegar þú komin út í þetta að pæla í þessum hlutum að reyna að átta þig á hvað partnerinn er að gera að þá ertu að búa til miklu meiri tengsl þá eru flæði í gangi og verður miklu dýpri tenging Upplifirðu þetta einungis með altså einstakling sem þú þekkir og hefur reynslaði að vinna með eða getur þú upplifað þetta með algjörlega ókunnugri mannesku þú nær þessu bara með tíma með viðkomandi maður upplifað þetta aldrei bara í einhverju svona eitthvað ástu fyrstu sín þetta er sko þarna sko það er alveg hægt þú sko málið er að þú getur farið segjum bara þú ferð á djammið ferð á bar sérð einstakling þar á barnum sem er lýst vel á alveg þú veist, vink sko eitt leiðir öðru nálgumst segjum ekki orð enginn fara að tala, bara svona auggotur og blikk sko svo kemur kannski smá snerting og svona og svo eftir smá stund inn á klósett, sturlað kynlíf enginn búinn að segja orð við vitum ekki hvað neitt heitir sturlað kynlíf fórum eftir öllum leikreglum þar að segja virða mörk fundum bara út, þú veist, ertu til þetta? Nei, ok og þú veist, og það bara neistinn var þarna til staðar og þetta var eitthvað geggjað samruni þetta getur gerst af því að það eru til svona ákveðnar óskrifaðar reglur í samfélaginu um samskipti í BDSM heiminum að þá erum við kannski við erum að leika okkur með þessar reglur við erum aðeins að teygja þér og toga þannig að þú þarft að hafa þessar reglur alveg á hreinu og líka að því að sko það er ekkert sjálfgefið hvað þú vilt þú þarft í rauninni að ræða nákvæmlega ok, hvað vil ég og hvað vil ég ekki þú veist, ef einhver kemur og segir heyrðu, hérna hvað sérum að hérna komið smá bindileik geggjað þú ert að hugsa kannski bindileik og kynlíf ég er svona bindileik og svo fótboltan sjónvarpinu sko, hvað eru mörkin þarna mitt? Er þetta alltaf kynferðislegt eða bara alls ekki alltaf kynferðislegt? Það er bara allt saman ég kemur tenna, sko, ég spyr hérna BDSM, er þetta svona tantrísk athöfn það sem að, veist, alls svo traust og kynorka eru upplifðu en kannski ekki, veist, fullnæging og svo, sko, er fólk að fá fullnægingar í BDSM
eða er þetta kynlíf með snertingu eða án, veist, er ég bara eitthvað bundin á gólfinu með stampinu, sko, fattar hvað við? já, þetta er bara allt. Já. Það er, þú getur, og þú veist, þarna kemur bara inn á hvað viltu með þínum partner í þessu. Þú veist, hvar liggið, það er hægt að fara í, þú veist, fólk er að upplifa hérna out of body experience í þessu. Já. Fólk er að upplifa alveg sturlaða hérna kynorku og fólk er að upplifa bara enga kynorku en alveg svakalega tilfinningalega útrás. Þú veist, þetta er allt spektrumið. Þetta er geggjað. En geturðu þegar þú ert með, á maður að kalla BDSM kendir eða hneigð eða hvað? Sko getur maður farið aftur í þetta svo kallega vanilla kynlíf, skilur, geturðu farið úr, ég veit nú, þú ert BDSM-ari og þú nota það væntanlega líka í svefnherberginu, skilur, í blandu allt þitt. Geturðu farið bara í þetta algjörlega hefðbunda? Til hvers? Ég spyr, skilur, er það hægt? Sko, það er hérna, sko, BDSM hneigðir, það þýðir í rauninni bara að þá ertu með einstakling sem, þá er þetta bara partur af, hvað maður að segja? Sjálfinu bara? Já, þetta er partur af, nákvæmlega, partur af sjálfinu og hérna, þú getur ekkert hætt þessu. Hefur alltaf fundið fyrir þessum, hvað segja, getur þú kallað þetta kendum? Já, en sko, en fólk á eftir að staðsetja þetta. Já, einmitt. Það veit ekki hvað þetta er og hvernig á að vinna úr þessu. En hvernig byrjar þetta hjá þér? Bara með bindingum, sko. Þú veist, það er í rauninni, byrjar í rauninni bara, þú veist, allar sögur að það sem einhver bundin eitthvað, það svona tikkaði eitthvað inn og síðan svona smám saman hérna, þegar maður kemst úlingsárun og þá fann ég hennan heim, sko, þú veist, og það var bara svona, þarna var ég heima. Ok, þú fannst það bara. Já. Er það bara bindingar eða líka flengingar eða sársauki eða eitthvað sérstætt? Þetta er í rauninu, það þróast bara. Það getur verið, þú getur farið og verið bara inn einhverju einu rófi, einu sviði og svo getur hittur einhvern sem hérna, þú ert að gera þetta með og þá ert að fara í opnast nýjir heimar og alls konar, sko. En það í rauninu, þetta er bara flæði. Og hérna þannig að en sko meiri hluti þeirra, sko ef við segjum sko langflestir sem er að gera BDSM eða stunda BDSM kallað ekki BDSM. Nei, ok. Hvað þá? Bara hefur kallað Þetta er bara ómeðvitað BDSM? Nei, já, það kallað þetta bara kynlíf eða kink eða bara eitthvað, sko, skiptir ekki máli, bara, það er bara er ekki með heiti yfir það og sem gallinn við það að þá samþykkisumræðan ekki hérna nógu markviss og þá erum við ekki endilega að pæla í þessum samþykkismálum síðan eru þau sem eru ég að gera BDSM, ég er að stunda BDSM og getur verið alveg á því á fullu en eru ekki BDSM hneigðir Hvernig má það vera? Þetta er bara skemmtilegt þú ert að fá útrás fyrir allt hormónakerfið alveg bara, sumir fara í fallhlífastökk, aðrir stunda hérna bardagaíþróttir eða tantra eitthvað nudd eða En er það ekki ákveðin hneigð að finnast það skemmtilegt sko, eða gjöfult? Jú, en þú ert bara að vinna með hormónakerfið í þessu öllu saman að hérna, þú veist, masokistinn hann í rauninni, hann fílar sársök hann sem sagt, honum finnst sársök ekkert góður endilega en það sársöki getur gefið viðkomandi á réttum kringustæðum, réttum aðstæðum þá getur sársökin gefið Ok, en að þú sem sagt, ertu að segja að þú getur verið að þiggja sársöka af réttum eða röngum forsendum, er þetta orðað þannig? Já. Því að sko, ef ég er að þiggja frá þér sársöka í einhverju formi, bara í þeim tilgangi bara að finna eitthvað, því ég er bara svo dofin annars, veist, er þetta sem sagt bara ég saman með þér að leika á röngum forsendum? Í stað þess að vera bara, þú veist, í tengingu. Já, sko, það er vel, já, það er alveg hægt að fara út í BDSM á röngum forsendum. Það er að segja, þú ert ekki að hérna, þú ert að hérna bara segjum
bara sem sagt, þessi tenging við hérna til dæmis sjálfskaða. Einmitt. Það alveg, og mörkin þarna á milli eru svona fljótt á litið geta verið óskýr. En eru það ekki? Nei, sko, ef þú, sko, nú ætla ég ekki að segja að það sé ekki til einstaklingur sem hérna að stunda sjálfskaða by proxy með því að stunda BDSM. Auðvitað það til. Það bara, það mannleg flóra bara þannig að, að það allt til. En flest, svona, það, eins og til dæmis það fólk sem ég þekki sem hefur stundað sjálfskaða og inn í BDSM flórunni, mörkin eru alveg skýr í þeirra huga. Og þetta kemur bara fram þegar þú ert að tala saman og fólk átt að sjá hvar línuna liggja. Já, það ekki heilunin oft fyrir þessi einstaklinga? Nei. Ekki? Nei, fyrir ekki. Já, ég meina, að fara úr kannski svona einhverju óheilbrigðri sjálfskaðahegðun og yfir í rauninni aðstæðra sem félagsskapur sem heldur utanum og fólk getur speglað sig í hvort öðru og lært að draga þessi mörk. Það ekki ákveðin heilun fyrir mannesku sem kannski kemur inn á röngum forsendum til að byrja með en svo einhvern veginn næra að feta sig? Já, það alveg, þú veist, þetta allt hægt, en til þess að þetta virki vel, þá þarftu að vinna í sjálfum þér. Þú þarftu að virkilega pæla hvað þú veist, hver ég, hvað vil ég og hvað að virka fyrir mig. Ég meina, þetta eins konar sjálfskærleikur í raun. Þetta ekkert annað. En hérna, en þessi BDSM fólk sem í þessum félagskap, ég hef heyrt orðið möns. Já. Það ekki einhvers konar hittingur hjá fólki sem hefur áhuga á bindingum eða einhverja fleiri svona, hvað segir maður, útfæslur á þessu? Sko, hvernig hittist þið og bæði talið saman og spjallið og... Sko, möns hérna, kemur hérna af Okkur möns, fyrir ekki, Já, það bara dreigð orðinu hérna meeting over lunch. Já. Og kemur frá Bandaríkjunum eins og sem margt annað. Í, sem sagt, undanfarna áratugi hefur hérna hafa verið svona, hvað maður að segja, BDSM ráðstefnur verið haldnar eða kink, ég veit ekki hvað bara, BDSM party verið haldin í, sem sagt, þá tekið ráðstefnuhótel og því breytt bara í hérna svona kink BDSM hótel. Bara heil hæð kannski bara. Já, nei, við erum að tala heitt hótel. Wow. Já, ok, og þetta kynlíf og allt eða bara... Nei, sko, þarna svakalega munur milli landa. Í Bandaríkjunum og Bretlandi, þetta svona svolítið svipað svo hér, en það að segja BDSM-ið og þú ert með BDSM og síðan kynlífið svona ekki með. Þú ert ekki með, hérna, þetta ekki kynlífsklúbbur, fólk ekki að stunda samfarir eða bein kynferðislega atlot. Síðan meira í Evrópu meira svona sambland af kynlífsklúbbum og BDSM og meira svona hrærigrautur þar. En sem þessi hótel í Bandaríkjunum, það tekin svona helgi, á föstudegi kannski svona fólk að koma sér fyrir og þú ert náttúrulega stórt land, þú ert kannski að fljúga í 4 klukkutíma eða eitthvað þá líka. Laugardagurinn, þá byrjar dagskráin kannski hádeginu á hérna einhverjum fyrirlesturum og fræðslu vinnustofum og workshops. Workshops fram eftir degi. Síðan hérna kvöldverður og svo partíum kvöldi og þá breyta einhverjum ráðstöfnusal bara í svona dýflissu. Og með fettisklæðnaði og öllum þeim pakka. Síðan á sunnudeginum, svona áður en fólk fyrir heim, að þá hittist fólk svona, þú veist, bara hittumst í matsalnum og spjöllum og þá hérna, þaðan kemur mönsi, þá fólk ekki í hlutverkaleiknum, ekki í fettisklæðnanum, þá eru bara í hversdagsklæðnanum að hérna, hittast áður en fyrir heim og kveðjumst. Og þaðan kemur þetta möns. Síðan hefur hugtæki möns bara þróast og núna komið bara notað yfir bara alla hittinga BDSM fólks þar sem fólk bara hittast í hversdagsklæðnaði eða svona, og bara spjalla. Það eru til alls konar þú getur fundið svona möns af alls konar,
Shibari-möns og leðurmöns og femdom-möns og stelpumöns og út í hinum svona stóra heimi en svo bara en þetta allt saman bara möns og hugsunin bara hittast yfir mat og drykk og spjalla. Þannig það eru væntingarna sem fólk fer með eins og bara hérna á Íslandi skilju. Það eru rauninni bara ákveðin tími, staður og stund til þess að hittast og fara inn í flæðið. Og spjalla veðrið og pólitík og bíómyndir og allt. Og tengjast, jafnvel. Já. Ok. Þannig þetta ekki bara meira svona til þess að, hvað segir maður, halda utanum hvort annað og tengjast, skilju. Finna jafnvel partnera að einhversu skilumann eða eru sem blaðsíðu. Jú, sko, það þú veist, bara fyrir fólk að geta spjallað þessa hluti án þess að þurfa að passa sig. Veist, má ég í lagi, þú veist, ég var að kaupa buttplug, sko, þú veist. Það getur gaman að geta sagt, þú veist, ég var að kaupa nýtt dót. Eða ég var að prófa nýja svipu eða eitthvað, sem getur kannski ekki endilega gert í vinnunni eða einhverstaðar annars staðar. Ég geri það, en það ekkert vel séð. Eða skilur, menn fara alveg hvað. Já, ok. Þannig að þetta er í rauninu bara þú ert að búa til, hann svona komin búbla þar sem þú getur verið þú sjálfur, bara spjalla saman. En en þessi innlimun eða þessi tengingu í samtökin 78, það var svolítið svona kontroversial á sínum tíma. Akkur það nauðsynlegt, skilu, og hvernig á það samlið? Af því að þú með alls konar hérna. Já, þetta er góð pæling, sko. Hvar á ég að byrja? Og ertu sammála, ég náttúrulega þegar Hán kom, þá fórum við svolítið inn á þetta og þú ert náttúrulega með samkynhneigð og kynin og allt þetta og alls konar hluti sem hafa það sem menn hafa þurft að berjast fyrir skilur réttindum bæði og sýnileika og annað og þarf halda utanum. Svo kemur við með BDSM-ið sem að fólk skilur og ég skil, en ákkur þessi tenging, ákkur þið ekki bara innlimuðin í einhvern flokk, einhvern sjálfstæðisflokk eða eitthvað. Já, það sko BDSM-ið klárlega á hinsegin rófinu. Þú veist, það fólk sem BDSM hneitt, það hérna ekki, það bara, þú veist, þetta öðruvísi. Flúið eitthvað, bara flæðandi. Já, nei, þetta þú veist, alveg eins og þú læknar ekki samkynhneigð, þú læknar ekki BDSM-hneigð. Þetta bara partur af þér. Ansi margir að ganga í gegnum skömm í kringum þetta, það eru fordómar gegn þessu. Og þetta hefur verið notað gegn fólki. Já, bara í hínu festastlega lífi. Það þú veist, fólk hefur mist barnaforræði, fólk hefur rekið úr vinnu, þú veist, fólk hefur verið fangelsað fyrir BDSM og þú þarft ekki að fara lengra en til Bretlands til þess. Þannig að þannig að þetta og þú veist, og fólk þetta tekur oft gríðarlega mikla vinnu fyrir fólk að finna út, þetta sem sagt partur af þér, þetta þegar fólk að sem sagt, þú veist, það eitthvað þannig inn í þér sem þú veist ekki hvað og það kallar á svakalega þetta svona, þú veist, þegar maður hefur heyrt í fólki sem svona kemur inn í BDSM svona, það svona ég er komin heim. Er þetta ekki svolítið stór sigur fyrir ykkur eða svona ákveðið svona öryggi að komast inn í eins og samtökin? Sko, þetta í rauninni, að því að þetta í rauninni, við vorum að sem sagt, fram að áður en að við fórum í þetta samstarf og gerðum hagsmunaaðili, þá vorum við búin að vera í nokkur ár að tala við samtökin að við vildum fara í þetta módel sem samtökin utanumhald eru með, svona þessa ráðgjöf og þessar pælingar, að því að sko BDSM-hneigð, bara þegar við vorum fórum að vinna í þessu og fjalla BDSM-hneigðina, að þá BDSM var flokkað sem sjúkdómur og þarna kemur alveg eins og samkynhneigð var fram til Íslandi fram til 1990 þó svo að enginn hafi verið að nota þessa sjúkdómsgreiningu og þess áttar.
en þetta var flokka sem sjúkdómur sem geðsjúkdómur. Fordómar sko. Já, og þetta býr til innri fordóma Einmitt, sem er allt svo skömm já, og hérna þannig að hérna Þú veist, ég einmitt með spurningu hérna sem þessu tengt bara kemur frá hérna bara frekar, ég myndi telja mig svona bara frekar opinn en með kannski lítið innsæði inn í það sem við erum að tala Þú veist, erum við að tala eitthvað sem er stíplað, skítugt og uppgert, eitthvað svona áföll eða erum við að tala frítt flæði, guðleika innan mennskunnar fegurð og gleði? Þú veist, af hverju eru sumir, af hverju hneigjast sumir til BDSM og aðrir ekki? Eða er þetta bara eitthvað mennskan í öllu svona litrófi? Sko, þetta nefnilega sko, af hverju fólk gagnkynhneigt? Af hverju fólk samkynhneigt? Við veitum það ekki. Það og sama gildin með hérna BDSM-ið. Af hverju þegar hérna þú sérð einhver bundin að þá svona smellur eitthvað, þú bara af hverju, þú veist, þetta er bara einhvern innri partur á okkur, þetta er bara hormónakerfið og hérna, og það bara spilar, þú veist, það er hægt að tengja þetta allt BDSM-ið við hormónakerfið á hérna einn eða annan hátt og sko, og bara sem, að því að sko BDSM-ið gengur svo mikið út á skynjun þetta gengur út á skynjun og samskipti og það er sem, bara því að sko ef ég snerti hérna á mér handlegginn bara núna ég, þú veist, bara íti hérna á hann þessi snerting hérna getur verið hérna allt frá því að vera bara eitthvað hlutlust áreiti yfir í að vera geðveikt sexy yfir í að vera viðbjóður sama snertingin fer eftir aðstæðanum, fer eftir hver að snerta hvern og þetta þarna spilar inn sem sagt bara hausinn sko, hvar og hérna þetta allt saman sko, hvernig þetta spilar saman þú veist, hvernig getur eitt áreiti búið til svona mismunandi hughrif Þannig að það er kannski ekki hægt að segja einu sinni að fólk kannski komi inn í BDSM senuna á eitthvað röngum eða réttum forsendum fólk bara kemur inn á einhvern forsendum Ég meina, það sko, rétta forsendan er að þetta er fyrir þig þú veist, þetta er ekki þú ert ekki að hérna hvað maður að segja, maska einhverja tilfinningar Nei, en þá er svo mikilvægt einmitt að geta komið inn í sko, eitthvað ramma sem er sterkur það sem boðið er einmitt upp á fræðslu og boðið er upp á altså bara kærleik leiðbeiningar og þá getur fólk bara annarkost valið út frá því að vera þar eða einfaldlega ekki sko. Ekki rétt? Jú, og það, sko, það er nefnilega sko í gegnum tíðina hefur maður séð ofsalega mikið hvernig fólk er að hérna reyna að sko stereotypan af BDSM er mjög sterk og hún er mjög ákveðin og hún kemur beint úr klámi okay. það er bara því að sko að því eina BDSM fræðslan sem fólk hefur er klám það er eina þú veist, í rauninu svona gegnum tíðina það er bara rétt núna undanfarin, þú veist, 5 ár, 10 ár sem hefur hægt að fá einhverja BDSM fræðslu já, ok, það er 20 ár en það hún er ekkert aðgengileg Finnst þér þessi fræðsla ætti að vera meira opnari eða bara fyrir þá sem hana vilja fá? Fræðslan þarf að vera miklu opnari Þú fá þetta inn í kynfræðslu í skólum og svoleiðis Já, og þú veist, og í rauninni þetta er bara partur, sko, það er ofsalega mikilvægt fyrir krakka að vita að það er til eitthvað sem heitir BDSM alveg eins og það er til eitthvað sem heitir kynsegin og samkynhneigð Já. En þið setið þetta í raun alveg undir sama hatt þegar kemur að fræðslu og öðrum það er bara ofsalega mikilvægt og þarna kemur líka hérna bara með að því þetta kemur inn á samþykkispælingar kemur inn á hvernig þú átt samskipti við aðra og það er enginn að þú veist, það er enginn að segja þú veist bara með þessu með BDSM fræðslu að vera að segja þú veist að krakkar eigi að fara að stunda BDSM Nei. En við vitum það að krakkar sem hafa þú veist, úlingar byrja að stunda kynlíf 15 ára í Íslandi
meðaltali kannski Já, ég held að meðaltali sé 15 ára. Já. Það skal enginn segja mér að BDSM-neyðir krakkar sé ekki farin að gera eitthvað BDSM-stöf. Og alveg eins og kynfræðsla gengur ekkit út á það að kenna krökkum hvernig það á að stinga tippi í píku eða rassi eða hvað nú er. Eða hvernig krakkar eiga stunda kynlíf. Það snýst svo miklu meira en það. Við erum allavega komið þangað í dag. Það kannski hefur ekki verið það. En Við erum að nálgast það. þessir ungu krakkar í dag, þessir unglingar, þetta eru bara avatarar í samanbyrðu hvernig við vorum þegar ég var ungu, sko. Ekki spurning. Skilur við. Það heimurinn er að verða svo miklu fallegri. Ég er að vinna í skóla, ég er kannski með 10. bekkinga fyrir fram að mig, sko, og þau, sko, í alvörinni eru ekki að spá í kynjaskilgreiningum. Það er ekkit eitthvað svona rétt trúnar, pólitísk, eitthvað afstöðu myndun í gangi hérna, eitthvað, þau bara í alvörinni eru bara fluid, sko, mörg hver, sko. Og það er bara fyrir mér, er það bara svona vísun í svona halv uppljóma hann heim, sko. Þannig átt að vera. Geggjað, sko. Þannig átt að vera. En sko með fræðslu, kynfræðslu og vitundavakning og annað, þegar þið eruð að sækjast eftir þessum félagskapin í samtöki 78 eða innlimun eða samstarf, á hverju mætiði, þetta er náttúrulega bara að ég heyri og les, á hverju mætiði andstöðu hjá kannski virku meðlum í samtökun sem eru kannski samkynir eða hvernig má það vera þegar maður myndi halda að það veri meira svona brotherhood eða svona milli og skilningur? Sko, þetta er rampólitísk spurning. Þetta mann er fyrst að skrítið, sko. Já, þetta er rampólitísk spurning sem sagt, rampólitísk, hvað maður segja, hinsinn spurning. Og en bara til þess að hafa þetta í örstuttu máli, þá snýst þá er þetta, snýst þetta sem sagt breytinguna að fara, eða sem sagt, að því að BDSM í þeirra huga, sérstaklega hjá eldri, þetta var í rauninni kynslóðaslagur innan samtakan 78. Er það ekki? Jú. Og þetta var að því að sko í rauninni það sem gerðist var að við komum með þessi BDSM fólk, við komum bank megum vera með. Og kjarnin innan aktífi kjarnin innan samtakana 78, unga fólki sem sá sem sagt allt saman, það sagði já. Já, yngra fólkið. Já, eldri kynslóðin sem hafði verið sem hafði byggt þetta upp en var búin að draga sig í hlé, hafði ekki komið inn í samtökin í einhver ár og ekki látið sjá sig þar og ekki verið samt félagar. Já. Og mikils virtir og mikilvægir félagar. Þau vöknuðu, byrjum við, hvað er að gerast? Hvað er að gerast með félagið mitt? En átti ekki að vera fyrir alla, fyrir allt til þess að gera... Jú, en þarna kemur, sko, það urðu læti þegar í samtökunum, þegar þau ákváðu að taka tvíkynhneigða inn í samtökin. Þetta var fyrst bara homo og lesbíur. Og það urðu læti, þú veist, þegar tvíkynhneigðir voru teknir inn. Það urðu líka læti þegar transfólk var tekið inn. Af því að þetta snýst ekki bara sem sagt bara gagnkynhneigð. Nei, snýst ekki bara sem sagt að taka fólk inn í reglífina þannig. Nei. Þetta snýst líka sem sagt, þetta er félagið mitt, ég stofnaði þetta félag fyrir homo og lesbíur. Skil. Þetta er ekki lengur bara félag fyrir homo og lesbíur, þetta er félag fyrir alla. Og þú veist, ég vil hafa mitt félag fyrir mig, ekki alla hina, sko. Og þannig að þetta var svolítið svona tókstreita þannig á milli. Og í sem sagt á sínu tíma að því að þá þegar barátta hinsegin fólks samkynhneigðra, við bara til að hafa þetta einfalt, gekk út af það að draga orðröðuna út úr svefnherberginu. Þetta snýst ekki hjá hverjum ég sef. Þetta snýst þetta mannréttindi og ást. Að þetta snýst ekki kynlífið. Þetta snýst ekki svefnherbergið. Við erum að draga umræðuna út úr því. Og þau drógu
sem sagt, þú veist, það var margir samkynhneigðir vinir mínir sem sögðu sko, við hættum að stunda kynlíf, þú veist, út af nei, ekki í, já, en, þú meinar í þeim skilningi í þeim skilningi að hérna já. samkynhneigðir hættu að stunda kynlíf því það var bara eiginlega bannorð í umræðinni til þess að drepa þessa mýtu eða þessa hérna stereotypu drepa þessa hérna orðræðu, þú veist, að þetta snúist hjá hverjum vilt sofa, með hverjum vilt stunda kynlíf og sumir segja að það hafi gengið of langt í þeim efnum og svo þegar við komum þarna að þá var eitthvað sem þau höfðu alltaf sko því að innan sem sagt hinsegin flórunar hefur BDSM bara verið eðlilegur þáttur leðurhommar hafa alltaf verið partur af hérna af hérna eru þau að upplifa að þið séu að koma þá aftur inn með nei, þá er allt í einu er sem sagt hérna þau sem sagt þau eru hérna eru sem búin að draga kynlíf út úr þessu og svo allt í einu kemur einhver hópur sem snýst að stunda kynlíf einmitt, í þeirra huga og það hlýtur að virka sem svona hálfgerð og já, og það var svona þetta er hérna, þetta passar ekki saman og hérna á meðan við vorum hérna heyrðu, þetta snýst ekkit hjá hverjum við erum að þú veist, snýst ekkit hvernig ég er að binda eða hvernig ég er svona kynlífi með það snýst hvernig ég vil elska og þess að það og þannig að þú veist, við erum alveg á nákvæmlega sama stað en það er ekki nema þú veist, kannski 10-15 ár síðan bara hugtækið BDSM hneigð fór að komast upp á yfirborðið og þannig að BDSM fólk er svona 20, 30, 40 árum á eftir samkynhneigðum með allt þú veist, ef við bara og þetta er mjög áhugavert að skoða orðræðuna í þessum hérna þegar þessi læti urðu hérna 2016 að hérna að allt sem var sagt gegn samkynhneigðum var svo sagt sagt gegn BDSM fólki og þú veist, nákvæmlega þú eina sem þú þurfti að gera og fleirum eina sem þurfti að gera það þurfti, þú tókst bara hommi og settir BDSM í staðinn Er það svo? Það var bara nákvæmlega þú veist, hvað með börnin hvað með hérna en núna eru leiðin 5 ár já. Og hvað er þetta statt svona í dag? Það sem gerðist þarna var að núna eru hérna er hinsegin fólk með einn fókalpunkt gagnvart stjórnvöldum því að núna eru samtökin sem sagt reglífar samtök alls hinsegin fólks Hann að BDSM myndi það flokkast sem hinsegin sko, já í raunni sko, BDSM hneigðir hinsegin og ég meina þú veist og það er alveg fullt af samkynhneigðum mönnum sem sofa hjá stelpum og alveg hellingur af gagnkynhneigðum mönnum sem sofa hjá öðrum mönnum stunda kynlíf kynhegðun hefur ekkert með hneigð að gera þú veist, það er bara ekki sami hluturinn þannig að þú getur alveg farið og prófað BDSM og leikir með BDSM og stundað BDSM í 10 ára án þess að vera BDSM hneigður og hvort sem hún kallar að BDSM eða ekki en hérna að því að sko og munurinn á BDSM hneigðum og einhver sem stundar þetta bara af einhverjum áhuga er að BDSM hneigður ef þú hættir í sambandi með þínum partner að þú er BDSM hneigður að þá er allar líkur á því að þú finnir annan partner sem er með BDSM tengingu eitthvað á meðan sá sem er ekki BDSM hneigður hann getur lappa frá þessu bara og já, þetta er skemmtilegt sko með þessum aðila en ég hef enga þörf til þess að gera þetta aftur þannig þetta er bara þannig þú nærð ekkert að hrista þetta af þér ef svo má segja þetta er bara þú ef þú ert BDSM hneigður þá er þetta bara þú alveg svo samkynhneigður maður eða kona er óliklega að fara í samband með þá aðila gagnstæðu kyni þú hlýtur að geta unnið inn í BDSM hneigð já, svo er það einmitt bæði með kláma og horfi jábel og svona hvað segir maður þá ertu með inn í þér þá ertu með einhverja þá ertu á þessu rófi og einn eða annan hátt
hátt. Já, það er bara svoleiðis, líklega. Já, ég meina þú getur verið bullandi BDSM hneigður án þess nokkuð tíman að stunda BDSM. Þetta er bara partur af þér. En það er ekki smá vesen. Það getur verið það. Og það er nefnilega sumir, að því að BDSM fólk, það er margir sem bara fá útrásina bara í, sem sagt, hvað maður að segja, bara í klámi, í lestri. Þú ert bara að lesa sögur og finnst það geggjað. Og það dugar fyrir þig. Já. Á meðan aðrir er eitthvað að leika sér í svefnherberginu, sumir eru bara sóló, aðrir með sínum maka. En er ekki mikilvægt að fólk sé mjög samkvæmt sjálfum sér í þessum efnum, þannig að átlettið í rauninni eigi sér stað? Jú, ég meina þetta Því getur ekki verið að bæla niður þessar... það er engum hollt að vera að bæla sér niður. Nei, einmitt. Þú veist, ef þú ert með eitthvað sem er að öskra hérna á bakvið og hérna, þú ert bara alltaf að hérna bæla. Það hlýtur að koma fram bara í einhvers konar ofbeldi, hvort þessi sjálfsofbeldi eða bara ofbeldi þessum er gagvart öðrum í einhverju formi, Getur verið, já. Ég meina, þú veist, það er allavega, við getum verið alveg sammála að það er engum hollt að vera að bæla parta sér niður. Nei. Og þarna kemur eitt sorglegur þátturinn. Ég held að sem rannsóknir hafa sýnt að 40% BDSM hneigðra sem eru í þerapíu, sem sagt út af einhverju, láta þerapistan ekki vita. Nei, því það fylgir svo mikil skam. Já. Þú veist, þú ert kannski að ganga til geðlæknis út af þunglindu og einhverju vesinni, en þú þorir ekki að opna þennan part að þér. Getur þú nefnt eitthvað svona einkenni sem getur mögulega einkennt svona hinn venjulega innan svega, venjulega mann sem er kannski að burðast með BDSM hneigð á einhverju stíi? Nei, ég meina það er í rauninni því þetta er svo ofsalega menningabundið og þeir eru að tala menn sem kannski í kynlífi vilja, þeir ná ekki að koma algjörlega út úr skápnum sem það sem þeir raunverulega eru og þeir eru kannski að rífa í hár eða vilja láta kirkja eða kirkja, eða hvernig sem það er. Góð punktur, jú, þetta er bara alveg valid punktur, ef þú ert ef þér finnst skemmtilegt að hérna og það gefur þér ekstra umf að láta kirkja þig eða vilja kirkja einhvern eða rífa í hári eitthvað þess að það, skoðaðu þetta, farðu og pældu í þessu. Já, það er mjög hollt, sérstaklega ef þú ert í hérna hefur áhuga og fyrst skemmtilegt að stunda röff kynlíf, einhvern orðað þannig. Farðu aðeins að pæla í þessum hlutum. Af því að núna heyrir maður gegnum tíðina hérna, það má ekkert í dag. En bara málið er, það má allt. Bara spyrð fyrst. Í svo lengi sem það eru samræður og samþykki þú bara spyrð og færð samþykki fyrst svona, þú veist, og ég ætla það þarf að vera með eðlilegum hérna, hvað maður að segja, án þvingunar og allur þessi pakki, á meðan samþykki er í lagi, þá má allt. Því ég meina, BDSM hneigð, svona með hvað ég er að heyra hérna núna, hún hlýtur að vera miklu útbreiddari en maður kannski myndi gera sig grein fyrir, Því í kynlífi venjulegs fólks þá þykir alveg eðlilegt í dag, veist það hvort þessu rasskellingar, kyrkingar, hártóðanir, hvað veit ég, altså þá án áhalda, skilurðu hvað við? Já. Veist, er það næsta skref þegar fólk er farið að tala þessa hluti og mögulega farin að sækja sér eitthvað tæki og tól eða skapa sér eitthvað svona aðstæður? Hættulegasta, það er nefnilega eitt, þetta snýst ekki tæki og tól. Nei. Þú getur gert miklu meiri skaða bara með hérna orðum. Já. Það er sem sagt, ef þú ert að flengja einhvern og það kemur marblettur, það kemur marblettur og venjulega er það engin skaði. Nei. En þú getur gert mjög djúpan skaða bara með því að hvernig þú talar og hvað þú segir. Og bara með hérna, af því að hættulegasta ofbeldið er þetta andlega. Og þarna, þú veist, og þegar fólk hérna kemur og segir hérna að það hefur áhuga á niðurlægingum og þess áttar, það er algjör, það er svona, hvað maður að segja hérna,
hlutur sem þú þarft virkilega vandaði með hvað að triggera, hvernig hlutinir að ganga. Þar þarftu virkilega að þekkja þinn partner upp á að gera þetta rétt. Hvar liggja þessi mörk? Allt svo líka bara innan, segjum að það sé sko viðburður. Já. Og ég meina hversu langt má fólk eða pör ganga í svona, á svona opnum viðburði, með öðru fólki. Hversu langt með þau ganga? Það fer bara eftir viðburðinum sjálfum. Hvar línurnar liggja í þeim efnum. Það maður hefur séð sko í klúbbum og svona stórum BDSM-partíum að þá eru línurnar bara, það eiga að vera lagðar bara fyrirfram. Af skipuleggjendum eða þannig? Já, það að því að sumstaðar getur verið, það er bannað að stunda kynlíf eða það er bannað að stunda kynlíf nema inn í rauðaherberginu. Og það eru hlutir sko, svo nefnilega sko eru hlutir sem svona fantasíuleikir, svona hlutverkaleikir geta verið rosalega triggerandi. Að til dæmis bara fólk sem er að fíla rape play. Rape play, já ég skil. Að það getur verið, þú ert ekki með nein tæki og tól. Nei. Og ekki neitt þannig, en þannig verið að leika sér með rosalega erfitt topic. Ég hef aldrei heyrt þetta orð áður. Þetta sko, fyrir mörgum þetta rosalega frelsandi. Og meiri segja, sko... En myndi það teljast eðlilegt? Fyrir ekki, nú hann svo segir, ég aldrei heyrt þetta áður, sko. Af því þannig ertu komið aðtafi sem löglegt og ósiðlegt, og búin að flétta það inn í svona eðlilegt scenario. Það er til sem sagt fólk sem að notar þetta til þess að vinna sig út úr áföllum. Kannski þessu tengt. Já. Sem sagt þolandi. Já. Örglega þolendur og gerendur líka sko. Er að vinna sig í gegnum þetta að því að það er að upplifa þessa hluti á sínum forsendum. Okay. Og þetta hefur virkað mjög vel fyrir suma. Hvort sem þú ert þolandi eða gerandi. Mögulega sko. Og þarna er sem sagt, að því að sko, það er allt til. Það má allt, en það þarf bara, því lengra sem þú gengur, því meiri undirbúning, þekkingu og skipulag þarftu. Það er sko, nú hefur búin að hrærast í þessum heimi í 1.000.000 ár. 25 ár. Nei, og það er bara, sko, ég hef ansi oft sagt sko, ég hef ekki ímyndunarafl til þess að ímynda mér það sem fólk er að gera. Þetta er eiginlega, sko, ok, ef ég tek það grófasta, hættulegasta, klikkaðasta sem sko mér dettur í hug og ég margfalda það með 10 að það er einhver sem hefur gert það. Þannig er veruleikinn. Með fullu samþykki. Já, sko, ég bara að tala sem sagt, með fullu samþykki og allt saman, að það sem allt er sem sagt í lagi. Fólk hefur farið inn á skurðstofur og er að gera hluti sem þú er að gera hluti inn í sterilu umhverfi sem þú átt bara að vera að gera í sterilu umhverfi. Já, maður hefur ekki svona ímyndunarafl í þetta. Já, ég meina, einhver hefur það en ekki, já. Og þannig að þetta er bara, maður svona, wow. Og það sem mér finnst svo flott í þessu, það er, sko, þegar fólk er að leggja á sig þessa gríðarlegu, sko, undirbúningsvinnu, er að leggja á sig, þetta, hvað maður að segja, þessa sturluðu vinnu og byggja upp, traust í mörg ár til þess að geta framkvæmt eitthvað. Til dæmis bara listform. Þetta er nefnilega svolítið mikið þannig og ég man allt að það er ein mynd sem ég man svona, þegar maður hugsa þetta og svona, það er ein mynd sem ég man svona sem situr í mér,
Sáuð þið hérna þættina Dexter? Já, Eitthvað það er komað ný sería reynda núna, veit ég Já. Það var Ég veit- mikil undirbúinsvinna þar Ég veit par sem fór í Dexter-leik. okay. Já, meinar Hann plastaði hana niður á borð, voru í svona plöstuðu herbergi, Já. plastaði hana niður á borð og skar hana á háls. Alvörinni skjáran háls á þess að deyða hana. Þetta er stór hættulegt samt. Já. Á Íslandi Nei, En þetta er stór hætt þetta, hann Hann fór sem- ekki gegnum æðar Nei, hann bara rétt rispaði. sko, En sko þá hugsa maður líka áfengi og fíknefni eiga sjálfsögðu enga samleið í þessu Ekki neina Ekki Nei, því að maður veit hvernig fólk drekkur og oft fær maður útrásur kendir undir áhrifum og vill gera hluti. Ég meina- Hvernig það er fólk eins og Dexter-leikur Sko þetta hlýtur að hafa verið sko, svona dót, þetta hlýtur bara að þurfa að dokumentera, þú hljóta að þurfa að hafa bara tekið þetta drasl upp sko. Þetta er rosalegt. Já, en akkurat þarna er sem sagt hérna, þú þarft svo mikið traust á alla bóa. Sástu, ég sá einhvern tímann niður í Hafnarhúsi, einhvern svona listgjörning, það sem var einhver japansk kona held ég, eða hún sat í stól og fólk mátti koma og gera hvað sem er við hana. Kannstu þetta? Ég hef heyrt af svona. Hvað? Ég sá þetta myndband. Slá og kissa Fólk byrjaði að slá og fólk byrjaði að gera alls konar hluti og meiða og klípa og svo að fólk farið að skera. Ha? Já, Var það henni á Íslandi? Nei, þetta var ekki Já. Íslandi. Hvort hún var ísraelska eitthvað. já, menn Þetta var listgjörn Já. sko, og fólk var að taka nú fötunum og slá hann í brjóstin Já. fyrst og svo bara vestnaði þetta og fólk bara gestir, bara býði röðum eftir að fá að meiða hana sko. Já. En algjörlur, útidúr En en þetta kom upp í huga minn sko. Já, en þarna er sem sagt bara, í þessu, þetta snýst svo mikið hennar undirbúning og þessa pælingu, að gera þetta á Já. örugan hátt. Er of persónulega spurning að spyrja þig sko, hvar þú ert Já, í dag, það er það. Já, af því að ég fer ekki út í það. Nei, það er alveg þannig. Já, En fólk finnur sér svona einhver ákveðin hlutverk sem að getur þá virka fyrir því í dag og svo fer það færast í einhver aðra átti kannski mögulega á morgun og já, og fólk, þú hérna, og bara með hverjum þú ert. ég skil. Og þú veist, ef þú ert með par eða hóp, þú getur verið hérna, það er ansi margir hérna, það er því að sko, svo nefnilega eitt sem er ein ástæða fyrir því að samvinnunni við hérna hinsegin samfélagið og samtökin og allt þetta, að þegar þú ert með fólk sem er sko tvíkynhneigt, kynsegin, asexual, polyamorous, asexual eða eikynhneigð. Hvað er það? Einkynhneigð, já. Einkynhneigð eru sem sagt bara hafa ekki kynferðislega aðlögun að fólki. Ég skil. Bara eru ekki ná að tengja við hérna, bara kynlíf gerir ekkert fyrir þau, það var bara ekki áhuga. En sko í þessu, eins og segjum bara þú sett að binda, þú ert giftur maður eða ekki? Ég er í sambúð. Sambúð, ok. Ef þú ert að binda aðra konu, ekki neitt annað, ekkert kynferðis, bara binda, það framhjáhaldin að gæsalappa, er það bara eitthvað sem má, eða kannski bara eitthvað sem þið með? Þetta er bara hvert par er bara ákveður fyrir sig hvernig það hefur hlutina. Ég meina, þetta er alveg eins og með þetta er alveg sem allt annað. Þú, sko, en innan sem sagt hérna, komur að segja kinksenunar eða BDSM samfélagsins, að þá eru ansi margir tvíkynhneigðir eða pankynhneigðir. Það eru ansi margir á kynsenrófinu og það eru ansi margir asexual, þar að segja bara er ekkert fyrir kynlíf, og það eru ansi margir polyamorous, og þannig að þú getur verið með hérna einstakling sem er fyrir öll kyn, hefur ekki áhuga á stunda kynlíf, og fyrir BDSM með hérna, og verið með marga partnera. Og svo það kemur upp vandamál að ef þessi félög væri ekki að vinna saman, að þá gætu hérna samtökin 78 sagt nei, þetta er BDSM vandamál, þetta er ekki okkar vandamál, láttu þau hjálpa þér.
og BDSM-félagi segir nei, þetta er samkynhneigðar vandamál, ekki BDSM vandamál og þú fellur á milli þessi intersectionality þar sem fólk þú ert með alla flóruna þarna undir og með því að hafa þetta allt saman undir sömu reglífinni að það tryggir það að það er ekki þú getur ekki fallið á milli Ég meni þetta, mér heyrðist þetta bara verið í algjöru samræmi við tíðarandan í dag við erum hérna að tala um þetta já. Og ég hef persónulega held ég allavega ekki með þetta en að BDSM hneigð en samt erum við að tala um þetta sko og það þykir bara allt í lagi sko en að tíðarandin er að það er sko þegar við fórum í þegar við stofnum BDSM á Íslandi þannig að 98 þá fórum við í viðtal á RÚV og tekin upp sem sagt innslag þarna sem átti að birtast ég held að það er ekki dagsljósi hér þáttur þá var þetta stoppað af kannski nei en þetta innslag var sett aftast í dagskrána á mánudagskvöldi svo börnin sagði ekki já ég meina þetta var alltaf þá erum við að tala um BDSM það er alltaf hræðilegt þetta er hræðilegt Var þetta í fyrsta skipti sem það var gert svona opinberlega eða svo í fjölmiðlum? Já. Varst þú þarna? Já. Old school. Já. Hókin af reynslu. Þetta er rosalegt. Sko, þarna við erum bara að fara yfir þetta eiginlega allt sko. Það sem að mér langar svona aðeins bara svona í stuttumáli áður en við förum í svona þín lokaorð. Það er sko varðandi þessar bindingar. Ég sé fyrir mér svona það er einhver ákveðin svona lotning náttúrulega yfir þessum bindingum sko. Og það er svona þetta er handverk og þetta er ákveðin listform svo sá ég þessa japansku útgáfu og maður var bara what the shit Er þetta ekki marga klukkutíma að kokka þetta upp? Maður sé fléttunar og allt og möguleikarnir óteljandi obviously sko. Já. Sko þetta er þessi sko já, þetta er nefnilega sko, það er nefnilega eitt og kemur enn og aftur inn á klámið og þetta allt saman og fræðsluna að þú sérði einhvern bundin og einhvern svakalega flottan hátt og þú ert í 2 klukkutíma að búa til einhverja bindingu og hvað svo? Já, hvað gerir maður svo? Losar hana eða stundir Já, við komum til þar að fara klóstið þú er búin að vera 4 klukkutíma að búa til eitthvað til og svo eftir 4 klukkutíma að þá bara, ég þarf að pissa kanntu að setja upp þáleik? Nei, ég er að stríða þér Er það menna því líka? Já, örugglega. Fólk hefur alveg notað þáleik í leikjum sko. Þegar þú ætlar að hafa einhvern bundin í mjög langa tíma þá veit ég til þess að fólk hefur notað þáleiki Því það sem ég sá daginn sko, mér fannst þetta alls ekki virka á mig endilega sem eitthvað svona kynferðislega örvandi ég fann bara mikla fegur sko. Sko, þetta kemur inn á þetta spektrum sem þetta er á þetta er þessi tenging og upplifun og fólk, það eru ansi margir sem elska að vera bundnir en það þarf að vera bundið af einstaklingi sem það nær tengingu við þú veist, það að vera bundin virkar fyrir suma það að binda virkar fyrir bara það að binda einhvern virkar fyrir suma aðrir þurfa, það virkar ekki fyrir mig ég fæ ekkert út úr því nema ég sé með einhverja tengingu og það getur verið tengingin getur verið að það sé einhver valdaskipti af því að þú getur verið með bindingu og þú ert bara að búa til eitthvað flott svo getur við með bindingu sem er partur af einhverju valdaskiptum af einhverju sambandi Er það ekki eitthvað sem við þurfum meira í samfélagi þetta því við erum eitthvað svo ego-kerð sko. Að við raunverulega gefum okkur undir eitthvað, við kunum kalla það aðri mátt eða guð eða hvernig sem það er við erum búin að aðgreina okkur einhvern veginn frá trúabröðum og Já, sko með þessu þegar þú ert í þessum komur að segja, í þessum bindingum eða bara í þessum BDSM almennt að ef þú ert að gera þetta rétt að þá ertu að tengjast einstakling á rosalega djúpu leveli og sko það er hægt að gera BDSM illa þú veist, það er allt, þegar við erum að tala um BDSM BDSM er svo flott að því að það er með fólk með samþykki og þess áttar, en sko það er ansi margir sem fara í BDSM og án þess að vera búin að undirbúa sig nógu vel bara í, allt svo bara í öllu
Já, bara að öllu að hérna fólk sem fer inn í BDSM samband án þess að vera búin að búa til ramman utan sambandið, án þess að vera búin að búa til sem sagt, hvað maður að segja, ákveða hvernig þú ætla að vinna úr hérna leikjónum, þú veist, þetta er þú þarft að hérna vinna þig tilbaka ef þú fer djúpt inn, þá þarft að eða hátt upp, skulum orða þannig, þú þarft að vinna þig niður á yfirborð aftur, ná jafnvægi aftur og hérna, og svo ef það eitthvað klikkar, hvernig ætlar að vinna úr því, og það er nefnilega ekkert síður mikilvægt. Men getan til þess að vinna þessa vinnu, hún þarf að hlýtur að endurspeglast bara á því hversu vel þú er unnið sjálfur og hversu miklum andlegum og félagslegum þroska þú sjálfur hefur náð. Nákvæmlega. Þetta hangir allt saman. Þannig að hérna, ef þú ætlar að fara út í eitthvað ekstrím, þá þarftu svo virkilega að þekkja sjálfa þig og þekkja partnerinn og þekkja ykkur saman. En sko, þessi vinna hún gerir það verkum að við verðum nánari og þetta verður miklu fallegur og skemmtilegur og betra. Þannig að þetta er, og sko það er nefnilega eitt í þessu, þetta er svona að mörguleiti, það er nefnilega rannsóknir hafa sýnt að margir sem hérna fara í BDSM leiki, þau fara í svo kallar flow, þetta er bara hugleiðsla ástand. Þú nær því og þetta er svona ein leið til þess að bara, að því að sko, hvernig kemst í þetta flow, það er til alls konar hugleiðslu aðferðir og leiðir sem ég hef ekki hugmyndum, en þetta er svona ein leið þú bara skrúar inn í þetta, bara svona klikk, ef vel er á staði, ef allt er rétt fyrir þig, þá bara klikk og þú ert komin á stað og þú ert komin á þetta flow og þetta flæðir bara áfram. Ég er ekkit smá bara upplýstur núna eftir þetta vita. Betur maður. Ég er að skilja þetta miklu betur. En þetta snýst miklu meira þetta og þessi samskipti og ná þessu saman og sko alveg sama hvað þú ert að gera. Þú veist, það skiptir eiginlega engu máli hvað þú ert að gera, markmiðið er ekki það, markmiðið er þetta, þú veist, þetta er eiginlega þetta er ferðalagið. Það er markmiðið, þetta er ekki fullnægingin á endanum eða svipuförin eða hvað nú er, þetta er ferðalagið sem við erum saman og BDSM-ið er bara tækið til þess. Það er ein hérna, síðasta spurningin, 50 Shades of Grey, er þetta rusl? Sko, skemmdi þetta fyrir? Nei, sko, þetta er nefnilega, það fyrir eftir hvernig þú horfir á 50 Shades of Grey. Ef þú horfir á 50 Shades of Grey sem hérna fræðslefni, rusl. Margir hafa sagt, og mjög góðu vinur minn sagði hérna, 50 Shades of Grey eru frábærar fyrir masokista sem elska lélegar bækur. Fá út úr því að lesa lélegar bækur. Sko, 50 Shades of Grey er fantasía. Þetta er bara fantasía, þetta er klám. Ef þetta virkar fyrir þig, awesome. Þetta opnaði augu ansi margra sem gerði að verkum og þau fóru svona, þú veist, opna augun, horfa í kringu sig og dýfa kannski tánum ofan í. En gallin er að þetta er bara eins og allt annað klám. Þetta sem sagt, hvað maður að segja, hjálpar fólki ekki að fara réttu leiðina. Eða hvernig þetta á að gera þetta rétt. Það eru kannski svona ólíkt öðru svona klámi, þá var þetta svo widespread, sko. Já, en þetta en sko klám er rosalega widespread. Já, kannski. Og það er nefnilega sko, og vandamáli þarna er bara í þessu klámi er að, eða með klám almennt, að það sýnir bara, þú veist, þetta er eins og með hérna, bara BDSM klám er eins og allt annað klám. Þetta er það sem þú færð ókeypis að ná sem hérna klámrásum sem flestir af þeim sem að horfa á þetta að horfa á, að þú sérð
the money shot, þú sérð klæmaxið, þú sérð hámarkið, þú sérð ekki, það eru 10 aðstofamenn sem eru tilbúnar að hoppa inn í ef eitthvað kemur fyrir, þú sérð ekki þessa 4, 5, 6 klukkutíma sem það tók að komast á þennan stað og öll árin sem margir hafa til þess einmitt að geta framkvæmt það sem voru að framkvæma. Nú er ég ekki að tala um hérna klám sem er bara framleitt af einhverju ofbeldisstútum. Ég er að tala um klám sem er gert bara af virkilega hérna fagmönnum. En þú veist, en þarna vantar alveg hérna alla. En þetta hlýtur að vera aðgengi, þetta hlýtur að standa til boða. Ég meina, svona alvöru BDSM klám rásir sem þau getur þá. Já, en sko, þetta er nefnilega eins og margt annað. Þetta er, það sem er aðgengilegt er ruslið. Já. Og hérna, og það er oft illa gert, illa unnið af, þú veist, bara af vitleysingum. Og sko, en fólk sem er að byrja, það sér oft ekki hérna, þú veist, hvernig á ég að vita hvað er flott og hvað er gott og hvað er ekki. Það er nefnilega, það vantar fræðslu. Það er rétt. Já, hérna. Ætlar að fara heim og flengja. Ég er allavega upplýstur. Það er betra. Það er betra, sko. Það er partin. Samskiptin. Þetta voru góð loka orð, en ertu með loka orð? Er það ekki? Jú. Ég held það. Með loka orð, bara farið varlega. Skemmtið ykkur. Talandum að fara varlega. Talandum, við erum með alls konar útfæslur fyrir BDSM hérna sem við erum með gjafir. Já. Kynningu og gjafir. Geggjað. Sko, ef þú ætlar að fara inn í þetta herbyggi heima hjá þér, gott refsi herbyggi, skilur við? Já. Hljóðeinangrun. Þá þarftu hljóðeinangrun. Já. Ég ætla að lesa hérna smá texta. Þorgríms býður upp á fyrirtags hljóðeinangrun. Hljóðeinangrunar lausnir fyrir stúdíó og fleira, til dæmis, eða þú ert með svona BDSM herbyggi sem þarf að hljóðeinangra fyrir kannski börnunum, nágrunum, og þú getur öskrað, flengt eins og þú vilt og enginn heyri neitt. Þorgríms, Ármúla 29. Ef að þú ert í þeim pælingum þá getur þú farið niður í Ármúla 29 og haft upp á honum Kork Daniel sem er sérfræðingur í bæði korki og hérna hljóðvistar lausnum. Eins og hérna, þetta stöf hérna, þetta gjörbreytti öllu hérna og þú sér að þessar plötur hanga hérna í loftinu. Að því að að hljóðbylgjurnar þær lenda ekki bara á plötunum, heldur fara það líka bakvið. Deyja þar. Það er bara deyja. Og við erum að fara núna á næstunni, ég er að fá hérna, hvað heitir þetta, Black Hawaiian Oyster Kork klæðningu hérna á vegginn sem mun skapa betur hljóðvist en er líka alveg ótrúlega smart. Við erum mjög þakklátir fyrir Þorgríms. Mjög. Og hérna, og já. Hann færið þessa gjöf. Já, Þorgríms færið Magnús, May the Cork be with you. Þetta er glasamáttur. Já, spila. Og eitt með korkframleiðslu sem þú kannski vissir ekki og bara það eitt og sér bara seldi mér hugmyndina því við erum ekki tilbúin til þess að taka við hvaða sponsor sem er sko að því meira sem þú framleiðir á kork því neikvæðari er framleiðslan, altså kolefnis sporslega séð. Fattar þú? Þannig að því meira sem að framleiðandinn framleiðir af vörunni og selur því neikvæðara kolefnisspor skilur fyrirtæki eftir sig sem að er mindblowing sko, því yfirleitt er það öfugt sko. Já, cool. Þetta vissi ég ekki. Nei, þetta er klikkað og þú ert með korkinn hérna við hliðina þetta er hérna jómfrúakorkur, þetta er bara af korkeikinni, svona verður korkurinn til. Fletta. Þetta er bara barkur. Já. Herru, við erum með gott CBD, bæði vefverslun og í kjötheimum. Kjötheimum? Já, þeir eru altså verslunin er upp í Urriðaholtsstræti. Já. Hún er opin milli 12 og 17. Það eru ungi menn sem að standa þar bak við afgreiðsluborðið. Þeir eru að detta á kvöldin og þeir eru að detta yfirleitt mjög lengi sko, alveg frá miðnætti þannig að þeir sofa lengi. Og þeir eru líka að drekka orkudrykki og svoleiðis. Þessin er ekki opið fyrir 12. Það er gríðarlegt úrval af alls konar vörum, tengt hampi og CBD. Það er olía, krem, smyrsl, CBD weed, by the way, ef þú ert smoker. Þá hann að leyfa að finna lyktina þessu. Þetta er THC frítt weed. Leyfa hann að finna lyktina þessu.
þú reykir þetta en þú er ekki stónd. Já. Einmitt, þetta er nýjung, þetta er löglegt. Þú er aldrei fundið svona þar. Nei. Sko, snyrtivörur, fræ og allt tengt hampræktun, við getum haldið lengi áfram. Ég mæli með að þið tjekki á því. Einnig tilvalið að nota afsláttakóðan sem er þvottahúsið, það gefur 15% afslátt og það er það sem ég er að fara að gera núna, ég er að fara að versla jólagjafirnar. Þannig? Í þokkalega, það eru allir að fá CBD smist. Gekkja maður, það líst mér vel á. Ég spáði að gefa að gefa þér CBD stíla. Það líst mér vel á. Og hann er því ég veit út svolítið mikið fyrir svo leys, þú getur fengið Katrínu til að hjálpa þér. Já, ok. Það er út að upplustur hluti sem ég veit ekki svona sjálfur, sko. Já, og ég meina en almennt sem með oljuna, hver vill ekki CBD olju yfir jólin eftir að hafa sprengt á sér taugakerfi með vaðandi efnishyggju og viðbjóðslu, óhollu, hangi, keti og Macintosh. Sko, Magnús, hér er alhliða hamp krem sem þú getur notað á allt saman. Til dæmis eftir flengingar. Þetta er mjög Þetta er græðandi, já. Þetta er græðandi krem. Þannig að ef þú ert með einhver sár eða róða, þá er þetta málið. May the hump be with you. Já. Allra minna búið. En svo vil ég líka, því þú ert með mikið skegg eins og ég, það er olía frá Endoga sem þeir eru að selja. Veist, svona stór pumpflaska, hún er svolítið dýr, en hún er mikil flaska, sko. Þetta er hempolía og þetta er það besta sem ég nota. Ég set 2 pumpur og þetta bara í andlita á mér og hárið og allt og skeggja á mér, það bara svona blubb. Veist, ég er allur glóandi, fínn og sæll, sko. Þannig ég mæli með því fyrir menn með skegg og annað. Það er bara svoleiðis. Ég held það. Við erum bara búnir. Þokkalega. Já, bara Magnús, takk kærlega fyrir að koma til Þetta var virkilega skemmtilegt. Fræð okkur og bara með mátturinn vera með þér. Já, heyrið það. Takk. Amen. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.